Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú það tónlistin. Tónkvíslin 2018. Til mín í sófan eru komin Gabriel og Hrafnhildur. Velkomin. Takk fyrir það. Takk. Erst þú framkvæmdastjóri Tónkvíslarinnar? Ég framkvæmdastjóri Tónkvíslarinnar, já. Og þú kynnir? Já. Segðu okkur aðeins frá Tónkvíslinni. Hvað er það? Tónkvíslin, þetta er sem sagt söngkeppni, framhaldsskólans og lögum. Já. Og er eiginlega orðið miklu meira heldur en það, þótt að við byrjað sem það. Þetta er orðið bara eitt glæsilegasti tónlistarviðburður Norðurlands. Já. Ég er í beinni mitt hérna N4 og stórt budget, stór framkvæmd. Þetta er glæsilegt sjó bara. Hvernig datt ykkur þetta í hug? Hvað gerðist? Fór þetta bara svona úr böndunum eða var þetta bara svona gaman eða er þið svona metnaðarfull þarna? Þetta var minni keppni sko, sem var haldin bara í litlu svona félagsheimili á Laugum. Og svo bara hvernig tók sér Tónkvíslin við og það var alltaf bara stærra og stærra. Bara svona þroskaðist svona, sprakk svona fallega út. Það þingeyska loftið sem að verður til þess að það þingeyska loftið, þið eru frá Laugum þið eru bæði nemendur þar í skólanum? Já. Á hvaða ári eru þið? Ég er á 3. ári, útskrifast. Og útskrifast í vor? Ég er á 2. ári. Já. Og á hvaða braut? Er ekki hægt að velja ýmsar brautir? Jú, ég er á félagsvísindabraut. Ég er á náttúruvísinda. Já. Mælið þið með þessum skóla? Eindregið. Það eru margir núna krakkar að spá og spekulera hvert er að fara? Já, þetta er besta ákvörðun sem ég æðislegur skóli sko. En hvaðan eru þið? Hvert eru það að koma í Lauga frá? Hvaðan er þú? Ég er bara hérna frá Akureyri. Og fóru margir frá Akureyri með þér? Ég kom með vinkonum minni sem er frá Hrafnagili og ég var samt búin að ákveða að koma þangað án þess að áður en að hún ákveða mig líka sko, þannig ég ætla alltaf bara að fara einn. Og þá eru það heimavist og í mötuneyti og geggjuð þjónusta. Og þú ert frá? Ég er úr Hrísey. Hrísey. Og hérna þið hafa ekki þyngst mikið, það er svo gott mötuneyti skilst mér. Heilsueflandi framhaldsskóli, það er kannski hollur frábær íþróttaaðstaða og hollur matur, þetta er alveg bara. Og aftur að Tónkvíslinni, hún er haldin bara annað kvöld? Annað kvöld, já. Í íþróttahúsinu? Í íþróttahúsinu Laugum, já. Og hvað, þið sögust eru búin að vera að undirbúa þetta bara ægilega lengi, alveg frá því í haust? Frá því í haust. Hvað þarf að undirbúa fyrir svona keppni? Nefndu svona dæmi. Það er til dæmis bara, það þarf náttúrulega fjármagn þetta. Já, hvernig gerið þið það? Við erum að fá styrki frá mjög mörgum fyrirtækjum og erum þeim náttúrulega gífurlega þakklátt. Á staðnum eða bara víðar að á landinu? Víðar, þetta er alls staðar að sko, þetta eru sunnan og austan og mikið á staðnum sem vilja leggja hönd og plóg. Já, og þá gildir að taka bara upp símann, senda tölvupósta og... Já, svo mætu ofta staðinn. Og mæta á staðinn, já. Þannig að það er að fjármagna og svo þarf að huga að keppendum því að þið fengið einhverja þáttakendur? 31 þáttakendutilkynning ár, fyrsta sinn sem að við þurfti að halda undankeppni. Undankeppni fyrir Tónkvíslina sem er undankeppni fyrir söngkeppni framhaldsskólanum, ekki satt? Vel gert. Það sem að koma 20 atriði fram á morgun. Já. 20 af þessum 31 komist áfram í þessa keppni. Já. Það er að vera 14 í framhaldsskólanum og 6 í grunnskólum. Já, grunnskólinn var líka að vera með. Já. Grunnskólar á svæðin alveg frá Vopnafirði alveg fram að... Upp að Víkurskarðinni. Já. Þetta er ekki bara þá Laugaskóli og grunnskólarnir, þar í nágrenninu heldur bara, þetta stóra svæði. Já. Það er Laugaskóli sem er að taka þátt í framhaldsskóladeildinni og svo eru þessu nokkrir sem eru í grunnskóla. Já. Og Gæti grunnskóli hvaðan sem er á landinu verið með ykkur í þessu? Það eru ákveðnir grunnskóli sem við bjóðum að vera með í ákveðið svæði sem þið eru svona með? Ákveðið svæði, já. Það er þeir grunnskólar sem við erum að fá flesta inn í framhaldsskólan frá. Já, sniðug. Þetta er sniðugt. Þannig að það stendur mikið til á morgun. Það þarf náttúrulega að huga leikmynd einhverri og hljómsveit og búningum. Það er kannski ekki ykkar vandamál. Já, það er sumt að þessu. Já. Við erum búin að vera að vinna í því bara að setja upp sviðið og það er eiginlega alveg klárt. Þetta er bara, förum niður í íþróttahús á miðvikudagsmorgninum og eyðum alveg öllum miðvikudeginum, fimmtudeginum, föstudeginum og laugardeginum í að bara breyta íþróttahúsinu í tónleikahöll. Já. Og það er mjög mikil vinna lögð í það. Það er sæti og kerfi, kannski bekkjakerfi svona upphækkað eða hvað? Ef við erum með stúku, að þetta er náttúrulega í íþróttahúsinu, þá notum við stúkuna sem svona upphækkaðina. Við fáum alls konar starfsmenn bæði frá Exton með tæknidótið og bara fólk úr sveitinni sem er tilbúið til að hjálpa okkur í að smíða sviðið og gera allt til. Þannig að þarna bara kemur öll sveitin saman og hjálpast að. Er þetta svona samþjappandi verkefni haldið þið? Þetta er mjög samþjappandi verkefni, það er náttúrulega margar hendur vinna létt verk. Eru þið búin að vera með æfingar eða er þetta bara svona
eitt skipti? Það eru sem sagt 2 æfingarhelgar og svo náttúrulega forvalshelgin var líka svona má líta á hann sem æfingarhelgi. Svo eru æfingar núna á eftir. Það eru æfingar á morgun, alltaf generalpröfun á morgun. Þið hafið generalpröfu. Já, þannig að það alveg bara, það séð til þess að þetta sé æft og þetta sé bara, þetta gangi allt eins og æfingar. Klikkar ekkert annað kvöld. Og það kostar eitthvað innvæntanlega, þú búin að hafa svona mikið fyrir þessu. Hvað kostar miðinn? Miðinn 3.000 krónur fyrir almennt miðaverð. Nemendur Emma, Vaffma og framhaldsskólans á Laugum fá miðana 2.500 krónur. Þá mæta þær bara að sýna nemendafélagsskírteini sitt. Og svo 2.000 fyrir börn á grunnskólaaldri og það frítt inn fyrir börn á leikskólaaldri. Og hvað eigið þið von á mörgum, haldið? Hvað komast margir? Það komast alveg einhverjir 500-600 manns sko. Það yfirleitt alveg nánast fullt sko. Já. En það einhverju miðar lausir eftir, er það ekki? Jú. Og þá þetta að hafa samband eða fara inn á Tix? Fara inn á Tix.is, miðasalega fer fram þar. Já. Þetta ægilega spennandi. Klukkan hvað byrjar annað kvöld? 19:30, en húsið opnar klukkan 7. Já. Og þetta allskyns tónlist? Þú sem kynnir, þú ert kannski aðeins búin að kynna þér lögin, er þetta frumsamið eða hvað í? Það ekkert frumsamið, þetta mjög mikið bara svona það sem verið að taka eftir önnur lög og sem með svona svolítið öðruvísi útgáfi sem hafa sniðið að sinni þörf. Eru ballöður og svona eitthvað rock og allt þar á milli? Já. Við höfum verið að fá tónlistarstjórann líka til þess að hjálpa þá bæði keppendum og hljómsveit til þess að svona hittast í miðjunni einhvern veginn. Þannig að lögin henta alveg öllum keppendunum og þetta kannski svona smá í þeirra útfærslu. Stór hljómsveit bara á sviðinu? Þeir eru 5. Við fengum einn lánaðan úr Emma og einn úr Vaffma til að vera með þeim. En þeir eru búin að vera að æfa bara síðan í haust líka. Þetta verður mikil veisla. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel á morgun. Já, þakka fyrir. Takk fyrir. Við þökkum fyrir í bili eftir auglýsingar. Þá ætlum við að fræðast aðeins stóru upplestrarkeppnina.